góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin í daglegan biblíulestur Frelsiskirkjunnar. Ég heiti Sara Pálsdóttir. Í dag föstudagskvöld og það komin 3. júlí 2006. Og ég ekkert smá þakklátt að geta setið þetta með ykkur á þessu fallega sólríka föstudagskvöldi, lesi í biblíunni. Ég get alveg sagt ykkur það að holdinu mínu langaði ekkert til að setjast niður og lesa í biblíunni kvöld. Holdið mitt vildi bara leggjast upp í sófa, horfa á Netflix og borða nammi og snakk. Þannig að það er mjög gott að hafa þessa biblíulestrar áskorun til þess að hamla og vega á móti holdinu og gera það sem að nærir andan í staðins að gera það sem að nærir holdið. Og ég er ekki að segja það að maður ekki að horfa á Netflix og borða nammi. Ég er ekki að fara að gera það eftir stundina, en við tökum frá tíma fyrst fyrir Guð. Við tökum frá tíma fyrst í orðinu. Við setjum það er efst í hjarta okkar, það er Jesús, það er Guð, það er hans orð og það á að koma undan hinu. Og við erum búin að vera að lesa daglega orði Guð síðan 1. maí og ég bara er orðin svo háð orðinu, ég get ekki hugsað að vera að hætta. Þannig að við höldum bara áfram að lesa daglega orði Guðs. Við erum búin að lesa Jóhannesar Guðspjall, við erum búin að klára Lúkasar Guðspjall og við erum byrjuð í Markusar Guðspjalli. Og Markusar Guðspjall er svona, það er elsta Guðspjallið og það er líka stysta Guðspjallið og við erum að fara að lesa annan kafla. Við lásum fyrsta kafla í fyrradag. Í gær vorum við með 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Ef þið mistu þessu fundi, þá hvet ég ykkur til þess að fara inn á Facebook-síðu Frelsiskirkjunnar og horfa á hana fund og hlusta á huglustu bænina. Það var alveg rosalegur kraftur heilags anda sem var að störfum á þessum fundi. Yfirskrift fundarins var Samkennd Guðs og Einar Gauti var að predika. Og ég var að leiða huglistubænina á eftir og það var bara rosalegur kraftur. Það var alveg fullt af fólki sem sendi mér skilaboð eftir fundin og var að lýsa upplifun sinni af fundinum og huglistubæninni og segja mig frá því hvað þau höfðu upplifað mikinn kraft heilags anda. Og það er þannig að Guð er ekki bundinn við tíma eða rúm eða stað. Hann getur unnið í gegnum skjáinn og hann gerir það jafnvel þótt að þú sért að horfa á myndbandi eftir á. Það er svo magnað. Þannig að ég hvet ykkur til þess að fara inn á Facebook-síðu Frelsiskirkjunnar eða inn í biblíu og bænahópinn Frels og lækning og horfa á 50-dagsfundin sem var í gær. Hann ber yfirskriftina Samkennd Guðs. Ég geti fundið hann. Öll live-vídeó sem farin á Facebook, þau lifa í 30 daga á eftir. Þannig að við erum að fara að lesa í Markusar Guðspjalli, þannig að endilega grípið þið biblíun ykkar og lesið þið með okkur rannsóknir. Það er vísindalega staðfest með mjög svona ítalegum rannsóknum og viðurkenndum rannsóknar aðferðum að það að lesa biblíun í 4 sinnum í viku eða oftar hefur gríðarlega sterk jákvæð áhrif á ekki bara líf okkar, heldur líðan og heilsu og hegðun og hugafar og sérstaklega okkar andlega þroska, okkar göngu með Jesú, göngu með Guði. Þannig að endilega lesið með okkur. Við ætlum að lesa annan kaflan, hann er ekki nema rétt rúm blaðsíða, þannig að hann er bara stuttur og laggóður. Og í 2007 þýðingunni er annar kafli Markusar Guðspjallsins á blaðsíðu 46. Þannig að endilega flettið þið upp á blaðsíðu 46. Það er í Nýja testamentinu. Biblían er 66 bækur. Hún er þannig uppbyggð að fyrri hlutin þetta er Gamla testamentið og svo aftast er Nýja testamentið. Og það byrjar nýtt blaðsíðutal í Nýja testamentinu og þess vegna getur blaðsíðutali stundum verið svolítið ruglingslegt. Það er svona skrítið að vera komin inn að næstu aftast í biblíunni sem er mörg þúsund blaðsíður og vera bara blaðsíðu 46. En bara þið vitið þetta, svo eins ef þið eru með einhverjar eldri þýðingar þá getur verið að blaðsíðutalið sé aðeins öðruvísi. En ég ætla bara ekkert að hafa frekari málalengingar þetta. Heldur ætla ég bara að hefja lesturinn. Syndir fyrirgefnar. Þetta er annar kaflinn í Markusar Guðspjalli. Nokkrum dögum síðar kom Jesús aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jesús flutti þeim orðið. Þá er komið með lama mann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna uppi yfir honum, grófu þær í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami maður lá í. Þá er Jesús sér trú þeirra, segir hann við lama manninn. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar.
Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér. Hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði þá við þá. Hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja við lama manninn, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja, stattu upp, taka rekkju þína og gakk. En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég ykkur. Og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk í burtu í allra augsýn, svo að allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð og sögðu. Aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Fylg þú mér, þetta er 13. versið í öðrum kaflanum. Aftur fór Jesús út og gekk meðfram vatninu. Allir mannfjöldinn kom til hans og hann kenndi þeim. Og hann gekk þar, sá hann Leví Alfeus son sitja hjá tollbúðinni og Jesús segi við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús satt að borði í húsi hans. Margir tollheimtumenn og bersyndir sátu þar með honum og lærisveinum hans en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farisea sem sáu að hann samneyti tollheimtumönnum og bersyndum sögðu þá við lærisveina hans. Hann etur með tollheimtumönnum og bersyndum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim. Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Meðan brúðguminn hjá þeim. Þetta er 18. versið og áfram. Lærisveinar Jóhannesar og farisear héldu nú föstu. Þá koma menn til Jesú og spyrja hann. Hví fasta lærisveinar Jóhannesar og lærisveinar farisea, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim. Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðkaupinn hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður af verri rifa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belginir. Nýtt vín látið á nýja belgi. Drottinn hvíldardagsins, þetta er 23. versi. Svo bar við að Jesús fór sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tók að tína kornlögs á leiðinni. Farisearnir sögðu þá við hann. Lít á, hví gera þeir það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi. Jesús svaraði þeim. Hafið þið aldrei lesið hvað Davíð gerði honum lá á þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús þegar Abíatar var æðstiprestur og át skoðunarbrauðin, en þau má enginn eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Og Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig drottinn hvíldardagsins. Amen. Þetta var annar kaflinn í Markús og Guðspjalli og þarna kemur fram að farisearnir að hneykslast yfir því að Jesús fyrirgefur syndir. Og það samkvæmt bara þeirra trú að það hefur engin vald til þess að fyrirgefa syndir nema Guð einn almáttur. En Jesús Guð og þannig hefur hann þetta vald. Hann fyrirgaf syndir og síðan læknaði. Og það verið að segja frá því að þarna þessum tíma þegar Jesús gengur í jörðina þá eru fregnir af lækningum hans og kraftaverkum hans, þær eru farnar að berast allt. Og það kemur bara fjöldinn allra fólki, hvert sem Jesús fer, þá er bara komin fjöldi manns til að hlusta á hann, horfa á hann, til þess að taka við lækningans. Og það kemur fram að þarna voru 4 vinir sem að báru lamaðan mann í einhverju svona, ég veit ekki hvað þetta var í einhverju svona
Nei, byrju, hvað kalla þetta? Það er þá einhverjum 4 sem að bera lama menn og hann í einhverjum svona tjaldi eða einhverjum dúk og þeir að reyna að koma vini sínu sem lamaður til Jesús og hann læknist og þeir komast ekki af því að svo mikill fjöldi manna þannig að þau bregða á það ráð að þeir sko klifra þarna upp á húsið þar sem Jesús og sko rífa þekjuna sem var yfir og láta lamaða manninn síga ofan í beint fyrir framan Jesú til að koma honum fram fyrir Jesú. Og það segir þetta í 5. versi í 2. kafla, mjög mikilvæg setning, þá Jesús sér trú þeirra, segir hann við lama manninn, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann læknar hann. Og þetta svo sterkur boðskapur að nánast öll þau skipti sem sagt frá því að Jesús að lækna í Guðspjötunum, þá á einn eða annan máta Jesús að tala trú þess sem læknast. En þarna Jesús að horfa á trú ekki þess sem læknast, heldur vinans. Og þarna var nóg til þess að hann gæti lækna hana mann, að vinans trúðu að hann gæti lækna. Það var svo magnað og þarna segir svo margt, það skiptir svo miklu máli hverju erum við umgangast, hverju eru í okkar innsta hring og að þín trú getur blessað aðra stórkostlega. Amen. Og Jesús lét verkin staðfesta orð sín. Hann kom og hann gekk hann predikaði orðið, hann predikaði að Guðs ríki var í nánd og táknun og undrun og lækningarnar staðfestu orð hans og gerði það verkum að fólk trúði. Það sama með okkur, það segir að tákn og undrun muni fylgja þeim sem trúir. Og Guð staðfestir fagnaðarerindi sitt sem predikað með táknum og undrum. Og Jesús, hann gerði engan mannamun og hann sat með mönnum sem voru mest hafði verið útskúfað úr samfélaginu, sem voru fyrirlitnir, hann sat með mönnum og snerti menn sem voru holdsveikir, þeim hefði verið útskúfað úr samfélaginu, þeir mátti ekki koma nálægt neinum af því að holdsveiki var svo rosalega smitandi, en Jesús var hjá þeim, talaði til þeirra, hann snerti þá, hann var ekki hræddur og hann læknaði þá. Hann sat með tollheimtumunum og þeir gyðingar sem gerðust tollheimtumenn, þeir voru fyrirlitnir verr heldur en nokkur annar í samfélaginu. Þeir voru álitnir hafa svikið sína eigin þjóð, tollheimtumennirnir unnu fyrir Rómverjana sem ríktu þarna yfir gyðingunum og tollheimtumenn voru oft þannig að þeir voru ekki bara að innheimta skattana fyrir Rómakeisarann, heldur voru þeir mjög oft líka, og þeir voru á prósentum, heldur voru þeir mjög oft líka að innheimta of mikið, þannig að þeir voru í rauninni að svíkja sína eigin þjóð og þeir voru hataðir mjög af gyðingum fyrir það. En Jesús satt með tollheimtumönnum og þegar fræðimennirnir, farisearnir, að hneykslast á því að hann siti með tollheimtumönnum og bersynduðum mönnum, þá segir Jesús einfaldlega, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Hann segir bara, ég komin til þess að lækna og kalla syndara og ég komin til þess að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálp minni að halda. Og síðan talað það að maður setja ekki nýtt vín á gamla belgi, af því að þá sprengi vínið belgina og vínið ónýtist og belginni líka. Nýtt vín látið á nýja belgi og það ekkert langt sen ég fekk opinberun frá heilugum anda hvað þetta undarlega vers þýðir, og í rauninni það þannig að þegar að þú ert með eitthvað sem þú ert búin að vera að reyna að nota til þess að ná einhverjum árangri og það bara ekki að virka. Það getur verið kerfi, það getur verið fyrir ákveðin aðferð, einhver strategi, eitthvað sem þú ert búin að vera að gera aftur og aftur og aftur og aftur til þess að reyna að ná einhverjum árangri og það hefur bara ekki verið að bera ávöxt, það hefur bara ekki verið að virka, að ganga upp, að þá betra í staðins að vera að eyða meira púðri og meiri tíma og meiri peningu og meiri orku í að reyna að láta þetta gamla kerfi virka, þá betra að bara afmá það og búa til nýtt. Bara skapa alveg nýtt kerfi frá grunni, þannig virka Guð. Og Guð segir að jákvæð breyting og árangur næst ekki fram með því að einblína á það sem að og reyna að laga það. Jákvæð og heilbrigð breyting og árangur næst fram með því að ákveða hvernig ætlar að hafa hlutina og sjá það fyrir sér og tala það út. Það verið að skapa nýtt, það verið að setja nýtt vín
á nýja belgi og þannig náum við árangri. Og síðan er þetta talað hvíldardaginn og að mannssonurinn sé drottinn hvíldardagsins, segir Jesú, og þá er verið að gagnrýna lærisveina hans fyrir að vera að tína korndags og hvíldardegi, en Jesús útskýrir þetta einfaldlega: hvíldardagurinn er settur til þess að blessa mannin, til þess að hann fái hvíld og til þess að hjálpa honum. Hvíldardagurinn er ekki settur sem einhver svona kvöð fyrir mannin, eða komið í veg fyrir að hann geti fengið sér að borða bara því að það er hvíldardagur. Þannig að við þurfum að hafa það í huga að þegar reglur og lög eru skoðuð, í hvaða tilgangi eru þeir sett og fyrir hvað. Það er ekki til þess að leggja okkur kvöð, heldur til þess að hjálpa okkur og blessa okkur. Og þannig var hvíldardagurinn settur til þess að vernda til dæmis vinnuþræla, vinnufólk, vernda til dæmis dýr og skepnur, til þess að tryggja það að þau væru að fá einhverja hvíld, en hvíldardagurinn var ekki settur til þess að setja kvöð eða höft á frelsi fólks. Amen. Þannig að þetta var annar kaflinn í Markúsar guðspjalli og við ætlum bara að halda áfram að lesa á morgun. Vonandi verður Einar með okkur þá, hann komst ekki í kvöld af því að hann er að vinna og reyna að klára það sem þarf að klára áður en við förum í sumarfrí. En við ætlum að gera okkar allra besta til að halda áfram að lesa með ykkur í sumar. Ég er líka búin að vera að setja fullt af nýju efni, bæði vefþætti og hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar inn á Spotify og YouTube, og það verður þannig að það er svona sjálfvirk birting að á svona 2 til 3 daga fresti þá kemur nýtt efni inn, bæði vefþættir og hugleiðslubænir á Spotify og YouTube. Þannig að endilega fylgistu með því, fylgi Frelsiskirkjunni á Spotify og á YouTube og þá fáið þið tilkynningar allt nýtt efni. Þannig að jafnvel þótt að kannski kirkjan ykkar eða samkomuna sem þið eru vön að fara á séu í einhvers konar sumarfríi núna í júlí eða ágúst, og þá getið þið haldið áfram að fóðra andan ykkar og umbreyta hugarfarinu með efni sem er lífsbreytandi og predikunum og líka hugleiðslu og bæn. Og okkar samband og samfélag við Guð, það fer ekki sumarfrí, og það er svo mikilvægt að við setjum okkar samband við Guð og okkar andlega vöxt með Jesú í fyrsta sæti í okkar lífi, að við séum ekki að taka frí frá því og við séum ekki að leyfa heiminum eða amstri dagsins að taka frá tíman okkar með Guð. Það skiptir rosalega miklu máli, ekki fyrir Guð endilega, heldur fyrir okkur, að við séum að setja Guð í fyrsta sæti og hann sé í efsta sæti, í hásæti hjartans, en ekki heimurinn. Og áður en ég vil biðja fyrir ykkur, þá langar mig til þess að nefna við ykkur að núna á sunnudaginn, ekki á morgun heldur hinn, að þá verður loka samkoma fyrir sumarfrí hjá vinum okkar í kristilega starfinu Lifandi von. Þeir hafa verið með samkomur á sunnudögum klukkan 5 í húsnæði Íslensku Kristkirkjunnar sem er í Grafarvoginum í Fossalinni 14, og núna á sunnudaginn, ekki á morgun heldur hinn, verður síðasta samkoma fyrir sumarfrí. Og Björn Ingi hefur beðið mig að predika, þannig að ég ætla að predika og biðja fyrir ykkur. Ég hvet ykkur til þess að mæta á þessa loka samkomu fyrir sumarfrí til klukkan 5 núna á sunnudaginn í húsnæði Íslensku Kristkirkjunnar sem er í Fossalinni 14 í Grafarvogi. Þetta er bara, þú veist, eiginlega á móti Egilshöllinni. Þetta er bara, þú ert að keyra inn, Egilshöllin er á vinstri hönd, þá beygirðu inn til hægri og þar innst og þar er húsnæði Kristkirkjunnar. Þetta byrjar klukkan 5, það er lofgjörð og síðan verð ég með orðið. Það er líka brauðsbrotning, síðan ætla ég að predika orðið og heilagur andi er búinn að gefa mér mjög magna orð til að predika, svona lífsbreytandi orð sem að virkilega skilur eitthvað eftir sér í hjörtum fólks. Og þannig ég hvet ykkur öll að mæta, það væri gaman að bara sjá ykkur og hitta ykkur áður en að allir fara í fríi sitt eða ferðalagi sitt eða hvað er í gangi. Og ég ætla að reyna að vera með útsendingu eða upptöku, þannig að þeir sem okkur bara komast alls ekki, eru kannski bara í útlöndum eða út á landi, að þeir geti það allavega hort á netinu eða sé þetta eftir á eða hlusta eftir á. Þannig að bara hlakka til að sjá okkur alltaf sunnudaginn, en nú ætla ég bara að biðja. Faðir á himnum, ég bara þakka þér fyrir alla þá sem eru að hlusta, horfa og alla þá sem eru eftir að hlusta og horfa. Í Jesú nafni þá bara þakka þér fyrir að það er biblíulestrarvakning á Íslandi. Í Jesú nafni setji hungur og þrá eftir orðið þínu inn í sérhvert hjarta sem er að hlusta og hvert einasta hjarta á Íslandi. Fólk bara hungrar og þyrstir eftir orðið þínu
og það stórkostleg lækning og kraftur og líf sem að eiga sér stað, umbreyting innanfrá þegar fólk að lesa orð þitt og ég þakka þér fyrir heilaga anda, þú bara hrærir í hjörtum okkar, þú hrærir í hug okkar og þú bara ýfir eldin innra með okkur núna, að við megum vera meira brennandi fyrir þig, að við megum stíga meira út í trú, vera djarfari og kjarkari og hugrakkari og ég bara bið að þú, Jesús Kristur, fyllir hug okkar öllum stundum. Það segir í orðinu að við eigum að hugfesta það sem er gott og heilbrigt og bjart og það er ekkert betra, heilbrigðara og bjartara heldur en sjálfur frelsarinn okkar, Jesús Kristur. Í Jesú nafni tala ég hann inn í hverja einustu hugsun og hverja einustu hugsun í huga þínum fyllist af friði, fyllist af fyrirgefningu, af kærleika, ró og heilbrigði. Í Jesú nafni þá bara tala ég Jesús inn í hjarta þitt og hann lýsi upp hvert einasta hólf, hvern einasta krók, hvern einasta kima í hjarta þínu. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að það er Jesús Kristus sem er konungurinn. Ekki bara yfir sál þinni, heldur yfir hjarta þínu, yfir huga þínum, yfir líkamannum þínum, yfir tilfinningunum þínum og yfir öllu þínu lífi í Jesú nafni. Og ég tala auðmýkt Jesú Kristin í hjarta þitt og í Jesú nafni þá bara lýsum við því yfir, við beygjum okkur undir þitt vald, Faðir, við gefum okkur algjörlega þér á vald, við veljum að deyja gagnvart holdinu og krossfesta það með ástríðum þess og girndum og við höfnum heiminum og við lifum í andanum. Í Jesú nafni. Að því að sjálfshyggjan er dauði en hyggja andans er líf og lækning. Og ég þakka þér fyrir orð þitt, Faðir, sem er lækning fyrir beinin. Í Jesú nafni þá sendi ég orð þitt, Faðir, inn í sérhvert bein, sérhverja taug, allan líkama, hverja hugsun og inn í hjarta sérhvers sem er að hlusta hér í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk hérlega fyrir að vera með mér í kvöld á þessum lestri. Við sjáumst aftur annað kvöld, þá ætlum við að lesa 3. kaflann í Markús og Guðspjalli og svo hlakka ég til að sjá okkur öll á sunnudaginn klukkan 5 á samkomu í húsnæði Íslensku Kristkirkjunnar í Grafarvogi. Ef þið eru með einhverjar spurningar, endilega sendi á mig línu, annars bara sjáumst við annað kvöld. Bless, bless.